Förum við ekki bara í loftið 2 mínútur? Eða 2 mínútur eftir? Og heyrum við hvort öðru, eða það veist? Já, það getur vel að koma lúpa, getur það ekki? Það er að gera eitthvað? Nei. Já, góður orðu, velkomin hér í Skautafélagi Laugardal. Hér eftir örskamma stund hefst leikur Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í hersteild kvenna. Helgi Páll Þórsson ég, með mér er Jóhanna Bárðardóttir. Velkomin Jóhanna. Takk fyrir, komið sæl. Við ætlum að lýsa hér atvikum, eins og þau fyrir auguber. Þessi 2 lið mættust seinast, 19. október 2021. Já, mikið rétt. Þá var ég einmitt að spila með liði SR. Já. Sá leikur, hann fór, 6-2 fyrir Fjölni. Já, þetta var mjög góður leikur, samt sem áður. Já. Fyrir SR, þær hafa verið að efla liðið núna síðastliðin 2 tímabil og við höfum verið að fá mikið á ungum stelpum upp á vallastarfinni og þær hafa orðið nokkuð þjættar og þær hafa verið að spila vel í vetur. Já, mikið rétt. Það er annað sem er áhugavert við þennan leik í dag er að við erum með 2 dómara kerfið. Það eru 2 dómarar sem dæma þennan leik en ekki 3 eða 4. Það orsakast bara á hreinum og klárum dómaraskorti. Já, það er líka leikmannaskortur, maður veit að það eru liðir í báðum liðum eru leikmenn sem að sitja sárin heima með COVID eða í einangrun. Akkurat. Þetta hefur áhrif á öllum lífstöðum. Já, en liðan eru klárir og aðgengilegur á netinu, fólk hefur mikinn áhuga á því að kíkja á það. Þetta eru svona þessi usual suspects á þessum listum. Fjölnistúlkur eru, með sléttar, rétt tæplega 3 línur og meðan að SR eru með rétt rúmlega 2 línur. Hér byrjum við. Hér er hún Elísu yfir. Alexandra kemst inn í þetta. Þarna er hún Salka og Rátafa sem spilar í þinni treyju, Jóhanna. Já, einmitt. Þú spilar í minni treyju og minni númer, þannig að mér líður pínleika eins og ég sé á Ísland. Já. Þannig að ég svona verður hjartað aðeins. Fín fyrirgjöf hérna hjá Elín Darbú. Karitas sem sendir pökkinn alla leiðin yfir. Salka eltir. Þar með henni er Kolbrún Garðarsdóttir. Númer 17. Sendir hér á útbúrið sína Sigrún Agatu, númer 5. Sigrún kemur til neðurs og skot. Vel var hjá Andrið í markinu. Það er reyna að koma pekkinum út af þeim texta.
Elisa hér kemur hér á siglingunni kantinn gegnum allt og alla stoppar í snýfið reynir hérna skot og frekar þröngu færi en hún beigir hérna fyrir fram marki Laura Murphy Laura nær hér tekkinum aftur Elisa hér rólega miðuna sendir á hana Gretu Gretarinn er hér komið með létta fyrirgjöf áfram með pökkunni hjá Gretu skot lungufæri frá kassanna frá Andreu hann komst inn í hérna frá ákvæmstum Herborg Geirsdóttir hefur spilað lengi í Noregi Herborg ég set Alexandra inn í spili hjá Maríusól en misti killuna hann létt lögum seint í gerðu kantinn Friðrika hér sendir á Apríl og Apríl kemur tvekkjum með Apríl og Helso þá erum komið fyrstu fyrirskipuleiksins það er Fjölnir sem vinnur þetta kast skotur erfiðu færið hérna hjá Hulli það snúa hérna hratt við Sigrún Agatha með fínt skot já, flott varsla á Andreu og greip nökkuna og flott skot hjá okkur Andrea sá við Áslaug tekur alveg á sprettinn það er Herborg sem og hún kemur með skoti hérna og það er rétt fram hjá ágætlega að spila hjá Fjölnistelpunum hérna Gangur í sendingunum hjá Villi en það er nú að leysa þetta Harpa Dögg það kemur Arna hér hún bara skeitir á sprett hérna já, hún gerir þetta bara sjálf hún er eina af þessum ungu leikmönnum sem hafa verið að koma upp í gegnum barnastarfið já, mjög efnileg stelpa já, sem er náð gríðarlega miklum framförum á stuttum tíma sko. já, á stuttum tíma já, virkilega flott stelpa sko. ég sá hérna Friðriku hún er líka eina af þessum ungu stelpum sem er að koma hér upp kerfið við komum hérna í siglingunni Kolbjörgar og Sigrún Agatha kemur hér og skorar þetta var rosalega þröngt færi og ég held að Andrea hafi eiginlega gert ráð fyrir sendingunni hérna já, og var farin af stað já, mér sýndist það þetta var þetta var svona ekki skot þetta var meira kannski svona sending sko já það var ótrúlega heppni
Hvað er með endursýninguna? Og að endursýna það. Ljómandi gott. Hér vinnur SR uppkastið. Herrar mikið að spila hérna upp í gegnum miðjuna. Félagsstelpur. Félagsstelpurna gæti aftur komið um pökkinn. Sendir pökkinn hana hvert yfir hana Öldu. Lúrði fyrir frá markið og Andreu. Áfram er Andrea. Rignir á skotinu. Já. Þessar stelpur halda vörðina samt ákveðna vel, sko. Já, já. Þeir eru alveg að halda stöðunum og ná að stíga inn og trufla þær í skotunum. Já. Þó fjölustelpur ná að halda kantinum til skæðis, sko. Harna á að komast ekki í gegn. Fínt að ná að henda börnum aðeins inn í vörðarsæði fjölustelpum á skiptingunni. Það er mjög líjandi. Stundur skot frá henni Hörpudögg. Það er mjög líjandi til lengdar að maður þarf að hanga lengi í vörðinu eða það verður erfitt að halda fókus. Já. Þannig að það er að gera að reyna að ná pökkinu út sem fyrst svo að það komist í skiptingu. Já, en Apríl sem skiptarsræði verið inn í hana. Karen. Hátt skot hana. Andrea liggur eftir. Það verið sá ég bara í hvort hann á fyrir hvert í sig. Nei, ég átti að gera það. Ég tók ekki til að kannski ekki að vera í sig. Það var einhverjast að veit sig. Og þetta sé ekki alvarlegt. Já, ég held að það sé, ég bara vona allra hérna, það sé ekki. Hún hefur jafnað sig á þessu. Já, það er svona smá stund aðeins til þess að ná sér. Þessi stelpur taka pökkinu út af uppkastinu. Já, þær eru að til sín taka í uppkastunum með þessum stelpum. Það er að fleiri uppkast í þessum leikjum undanfari. Skot á Andreu. Áfram er Orra að ríða á hana Andreu. Þessi stelpur reyna að hreinsa út en kemur við veg fyrir það. Elín. Já. Uss. Apríl er tekið niður Já, hérna. ég er að
fyrsti dómur kvöldsins. Tripping sem Já. Það Sigrún Agatha sem fer út af fyrir 2 mínútur í tripping. Já. Hvað íslensku orðið yfir tripping? Að fella. Er það bara fella? Já. Þá verða SR sterkir einnig fleiri núna næstu 2 mínútur. Núna markverði skorað. Sjáum hvernig hún gengur í þessari sókn. Það var allt opið þarna, vantaði bara mann á fjallstöðunni. Fyrirtakstækifæri hérna við þessar. Og við erum við. Hökkurinn var með bekkinn. Þessi stelpur náðu allavega 2 skotum hérna var. Þetta var nú ágætis færi hjá SR-ingum hana. Já, algjörlega. Það hefur aldrei getið gert mark úr þessu. Já, það hefur verið flott að klára þetta sko. Svona annars að samtökum við markið sem var verðast réttast af. Ákveðin að valda pikkinu og ákveðin að fara sjálf vinna það núna. Kristín Alexandra skauta hann tilbaka. Móni Dekko Finnis. Vel gert hjá Kristínu þarna. Pressu, bakpressu. Kældast við pakkinn. Hún ekki alveg hérna. Salta sendur henni svæði en Finnis út á honum. Það er Kolbrún. Og hún skorar. Andrea var næstu í með það, hann valt hann einhvern veginn klaufalega yfir öxlina á henni. Já. Þetta var gott skot hjá Kolbrúnu sko. Já. Erfitt að verja svona. Já. Þennan. Já. Staðan er fórum 2-0 fyrir stefnum í það. Já. Það er eftir að uppfæra marka. Já, það er eftir að uppfæra markatölun á töflunni en við erum með allar þessar upplýsingar á tæru hér fyrir fram á okkur. Hún kemur þarna hér. Já, hún kemur svona framhjá og hún leggur á stað. Fullt margir hana í kringum hana. Með þjóðum svona fullt skipa. Fjörnesi vinnur þetta uppkast. Karen heldur hér upp. Ná að krása þetta út. Sigrún Agatha. Tekur skotið. Andrea Ver. Andrea fristi bekkinn. Jæja, það er komið mark nr. 2 á töfluna. Já. Og rétt 9,5 mínúta eftir að fyrsta leik þetta. Filmingsskot frá Kolbrúnu Garðars. Kemur Friðrika.
Þingpekk reynir að koma pekkinu yfir á Apríl en það koma hana Rekast allir saman. listilega vel gert hjá henni Elínu Darkóðina. Elín er líka mjög efnileg leikmaður. Hún hefur komið upp á barnastarfi bæði Fjölnis og SR. Já. Hún hefur verið mjög öflug síðustu árin í kvennaleginu og samt ung sko. Já. Spilaði við landsliðinu eða ekki núna Já. í fyrsta Lára. skipti. Fínt skot hjá Láru. Top 27, tvær mínútur fyrir að krækja. Já, hooking, eins og við segjum á fagmálunum. Þá fáum við að sjá væntanlega yfirtöluna hjá Fjölni. Já. Nú spila leikmenn þessar einu færri en eftir 2 mínútur nema Og mark! Það bara beint úr uppkasti. markinu sko, þá fær Karakars að koma. Og þetta endur sýnt hérna örstuð. Eða mögulega ekki. Við höldum bara áfram í næsta aksjón. Staðan er 3-0 fyrir Fjölni. Hér koma Fjölni stekkur enn áttur. Harpa Dögg og Alexandra henni smá baráttu. Þar er Kassa, hendur á hana Alexandru, hún leggur Alexandru af stað. Hún tekur skotið, skotið er. Barnleikur í horninu. Það er hann ágætt að halda sinni. Ég settur hann á Alexandru. Íslinn. Alexandra reynir að reynsa út en næri ekki. Agga skýtur á markið en Andrea náði þessum ekki. Já, hún náði að klemma hann upp í tvoðum. Já. Bara fyrir markið, býðum við. Já. Ég segist nú Inga sem fyrir að gera þetta. Afsakið. Apríl, 2 mínútur. Fyrir að halda. Já. Eða holding. Jú, Það er einmitt. ennþá óleifilegt að halda andstæðingum sínum. Og aftur förum við að sjá hér Fjölni á yfirtölunni. Brýtur henni að koma pekkinum út en það ná pekkinum aftur hérna.
skurtar þessum pekki bara út. Og Lóra skýtur á Lóra reynir markið. hérna skot úr þröngu færi. Umfjör. Já, Jæja. Arna ber pökkinn út. Arna af stað. Já, hún virðist nú vera að ná í þennan pökk hérna. Kemur hér Sigrún Agatha, reynir hérna bakhanda skot úr þröngu færi. Andrea varði þetta vel. Fjölnistarpur að spila ágætlega, ná að senda vel á milli og er að reyna að leita opnu færi. Heldur mikil trafík hérna fyrir fram marki og Andreu núna. Já. Þarna var pökkurinn bara í killunum og bara niður í miðbæ. Já. Það eru 8 sekúndur eftir af refsingunni í leikmanni SR. Já. Apríl kemur inn á eftir augnablik. Já, 8 sekúndur. Harpardótt reynir skot á markið, Andrea verður þetta. Karitas ákveðin. Ruslar þessu bara frá. Já. Sendi pökkinn að djúpt. Apríl er fyrst í pökkinn hérna. Alexandra þarna ein á móti 3 Fjölnistelpum. Já, Apríl bæðir hættin hérna frá. Það skýtir Kolbrún á markið. Andrea niðri og stendur nú á fætur. Og skot frá Gretu beint í vörnina. Bláu þvert yfir og svo. Þetta var ögn fram hjá markinu, strauk hérna utanverða stöngina. Þetta var mjög tæft. Já. Það var flott skot hjá Lóru aðeins fram hjá. Já. Greta kemur pekkinum hann á markið. Nú koma SS-stelpur pökkinu loksins út. Þá koma þær 3 bláar hérna. Arna Björg. Sjáum hvort að það var flott varnarvinna á Karinni. Pekkinu hann í killinu í pökkinn. Já.
sjá hvort að SS-stelpur ná að nýta þetta núna. Fín spila með skan í þessar. April heldur pekkinu minni. Dúndur skot þarna frá henni April. Beint í Hérna, Gretu í vörninni. Þetta endaði ekki bara í haustum á henni Gretu? Jú, mér sýndist það. Það SS-stelpur eru ekkert hættar. Það ætla að halda áfram með þessu sókn. Friðrika ákveðin. Glæsilegt hjá Friðriku. Kolbrún ber pökkinn djúpt inn í svæði. Elín á sendingu fyrir er María nær henni ekki alveg nógu vel á kylfuna þannig að Andrea fristi pökkinn. Já, þetta var Þetta kom hann að blárvarnarnar og hirða pökkinn upp við stöngina hjá henni. Hann skoppaði battanum og endaði eiginlega bara fyrir hann þannig að hann tætnar á hann. Já. Caritas ætlaði að koma þessum pekki út. Jæja, hér kemur Salka. Salka ber pökkinn inn í svæðið. Þarna var Arna óheppin að ná ekki að komast í pökkinn. Hún hafði náð að dansa sig í gegnum á Herborg. Og hér rennur leiktíminn út í fyrsta leikhlaupa. Já, staðan 3-0. Við tökum okkur, já, klart skyldibundið. Sé ekki 10-15 mínútna hlé. Já. Svo erum við komin hér á vörnarspori.
Já, góður árandu verið velkomin aftur hér að skjánum. Eftir, slétta mínútum hefst hér annar leikluti í leik SR og Fjölnis. Ég sem fyrr Helgi Páll, með mér Jóhanna Bárðar. Staðan 3-0 fyrir Fjölni. Jóhanna, hvað finnst þér þetta? Heldurðu að við séum að fara að sjá hér ævintýrlega viðsnúning að öðrum leikluta? Sko, ég vona það. Það er kraftur í SS-stelpunum, en því miður í dag þá vantar nokkra leikmenn. Brynhildur til dæmis Hjaltesteð, hún greindist með COVID bara í gær. Já, mikill skellur fyrir liðið. Já. Þannig að við erum með mikið, SS-stelpunar eru svolítið margar ungar stelpur. Já. Svo eru gömlu kempurnar hérna með, sko. Já, þetta er mikil brekka fyrir SS-stelpurnar. Það eru hérna nokkrar í Fjölnisliðinu sem eru, margar hverjir eru búin að vera í landsliðshópum og í landsliðinu til margra ára. Já, einmitt. Já, ég held að Sigrún Agadar sé nú einn sterkasti leikmaðurinn sem að við höfum átt bara í mörg ár, sko, í kvennahokkeinu. Bíðum við, hér kemst Karitas áfram. Ætlar hann láta að vaða? Já, hún lætur að vaða. Læsilegt skot hjá Karitas. En bíðum við. Hökkurinn ennþá lausa, dómarinn ekkert að flauta neitt. Og nú flautar hann. Dómarinn heldur spilinu áfram á meðan að hann sér pökkinn. Já. Á í raun og ekkert að flauta. Nei, einmitt. Nei, pökkurinn var laus. Þó þær verður þarna allar í kraðaki þarna. Kristín kemur pekkirinn inn í svæðið. Hérna dæmir Óli dómari ásetningsrangstöðu. Þá uppkastið tekið alla leið inn í varnarsvæðið þess liðs sem gerir rangstöðuna. Þessu tilfelli það SS sem hefur unnið sér það að vera uppvísað ásetningsrangstöðu. Við fáum uppkast hér. Það mikil barátta hérna uppi battan. Friðrika hendir pekkirinn út og Salka eftir hér og Elísa og fleiri. Við hefum með Elín enda marki. Og á siglingunni löng sendingan upp á hana Hörpudögg. Engin fristing. Og nú snýr hér Alexandra við. Sendir hér upp á Karitas. Karitas reynir að komast nær markinu og stoppuð af hana við battan. Bríet reyndi að stilla upp fyrir skot en Agga stoppaði það líka af og ber pekki núna alveg inn í svæði SR-inga. Löng sending yfir á Kolbrúnu. Kolbrún sendur á Öggu. Agga leikur hérna á Bríeti. Agga leggur bara af stað hér og reynir að komast í gegn. Agga reynir að koma pekkinu fyrir frá markið, það mistekst og Kristín kemur pekkinum út.
Nei, það engin frysting á þetta. Svona var hann fyrst í pökkinn. Ágætist tilur hérna, Laura Murphy hérna að spegla pökkir hérna frá Ronny Karen. Það eru ennþá verjast vel SS-stelpunnar. Það eru að fá svona einhver færi Fjölnir-stelpunnar en það eru svona erfið færi. Nema kannski þetta. Þarna sýtum við pökkurinn hafa speglast af kilunni og vörninni og þessir og inn. Já. Lenti í kylfuskaftinu. Ég held að Andrea hafi aldrei átt möguleika á að verja þetta. Þetta var vont þegar pökkurinn breytir svona, vont fyrir markmanni þegar pökkurinn breytir svona stefnu bara rétt áður en hann hendist í markið, þá er þetta eiginlega alveg óverjanlegt. Já, Caritas er hérna ákveðin. Já. Fjölnir-stelpur ná vald á pekkinum. Já, ég er alveg rangstaða hárrétt hjá henni Ingibjörgu Hjartar. Helst til góman inn langt þarna hún Anita Haugs, númer 20. Já, og hér liggur fyrir eitthvað stað. Áfram með Friðrika hér utlandi varninu, hendi pekkinu bara niðri til. Enginn færi á að gefa einn eða neitt. Hættuleg sending hérna hjá Fjölnir. Hérna skot og mark rétt fram hjá. Þarna var pökkurinn bara næstu í okkur. Það er nú gott að við erum í góðu búri hér uppi. Já, það er erfitt að skjóta okkur niður. Gæti það eflaust ef við myndum reyna. Já. Það þyrfti þá held ég að vera alveg einbeittur brotavelið, sko. Þessi stelpun á að stoppa sóknina þarna hjá Fjölni. Jæja, Kristín tekur á rás. Kristín. Já, nær að koma pekkirinn það fyrir. Áslaug eltir hérna niður í horn og reynir að já, heldur pekkirinn það niður í. halda honum allavega inn í svæðinu. Já, Kristín er að balda þarna usla. Þessi þarf að draga sér tilbaka og gefa Fjölnir-stelpunum kannski helst til mikið svigrúm. Nú var skot hjá henni Elínu Derkó rétt fram hjá marki. Kristín pressar þarna.
þessi stelpur ná honum út úr svæðinu. Salka ber pökkinn þarna inn. Karen ber pökkinn hérna alveg upp allan ísinn, djúpt inn í svæði SR. Já, við kemur pökkinum út. Hér alveg allaleg, já, hún að halda honum inni. Það var svona hálfgerður línudansi á hana Elínu hana. Já, Óli, dómari, kallharður á þessu. Sendir Maríu Sól í skammakrókinn í 2 mínútur. Hún skilur ekkert í þessu, ypptir bara öxlum. Ég þekki þessa tilfinningu vel sjálf, Helgi. Ég skil aldrei í því þegar ég fæ dóm fyrir eitthvað. Nei, eitthvað algjörlega bara. Algjörlega óskiljanlegt stundum. Já. Vel spilað hjá SR-telfumina og flott færi. Glæsilegt hjá þeim að ná skot á markið. Já, Apríl nær að stoppa þetta, heldur honum inn í svæðinu. Berjast vel í vörninni, Fjölniskonur. Það setja pressuna hátt uppi. Óli alveg gallharður á sínu hér. Já, það er nóg að hreinsa hérna út. Einhver misskilningur hérna í varnarbyrjunni á SR. Já, ég held nú að við fín sending hér á Apríl. Apríl komin í þetta færi. Verður að skópla pekkinum inn, tökum laus. Áfram með færi. Ágætist tilurinn hann hjá stelpunum. Jæja, María Sól komin inn að einn. Fín sending hjá henni fyrir markið.
Flora hefði getað nýtt þetta færi betur. Já, Caritas kemur bekkinn út Caritas fyrir kemur SR. út og áfram. Áfram heldur Það úr. eru komnir hérna. Áslaug stillir sér upp fyrir frá marki og vonast eftir sendingu. Fjölnistelpur hafa betur þarna fyrir aftan markið. Kemur inn, gegn. Þetta var hún Alda Arnarsdóttir. Komin hann á Auðansjó. Þarna var svona rúllandi pökkur. Þeir geta oft verið ansi hættulegir. Þetta skoppaði í allar áttir. Hún hringsólar hér og tekur bara á skotið. Pökkurinn skoppar hana framhjá. Alexandra með bekkinum hérna í horninu. Alexandra keyrir hér upp kantinn, fleyjuferð, Greta mætir henni. Það þarf henni að hringsóla líka bara. María með fyrirgjöf og Elín náði ekki alveg nógu góðu skoti. Þessar stelpur ná að hreinsa út úr svæðinu en Fjölnistelpur eru komnar jafn harðan inn aftur. Kristín ætlar að reyna að bera bekkinn hérna nær markinu. Kemur fram hjá sér. Þarna er dómur á SR. Hér er stopp. Greta liggur hérna eftir. Hér. Kristín Ómarsdóttir hér. Er út af. Eitthvað verið Greta Jónsdóttir vera lemstruð eftir þessi samskipti. Já, og það er uppkast í varnarsvæði SR. En annað tækifæri fyrir Fjölnistelpur að spila á yfirtölunni.
að sjá hvað það stillu upp. Eitthvað andrast með pökkinn hérna. Dundur skot frá Sigrúnu Götu framhjá og rúlar út. Það leggir að staða aftur hérna. Kolbrún alveg á siglingunni hérna upp. Vel spilað hjá þeim hana örskamma stund. Alexandra náði að pota pekkinum út. Áfram með Sigrún hér. Ágætið skot hjá Herborgu. Andrea varði þetta vel. Það reyndi Kolbrún skoti. Hátt skot hjá henni Sigrúnu Götu. Andrea varði þetta bara standandi. Stelpur virðast vera orðnar svolítið þreyttar. Já, það tekur hressilega í að spila svona fámannaðar. Já. Önnur hver skipting, 60 mínútur, þetta telur í. Já, það gerir það. Það gerir það svo svona sannarlega. Það koma pekkinum út. Sending. Vel gert hjá Karadæl, kemur pekkin á út. Lið SR fullskipað. SR fullskipað, já. Lóra skot þarna, skoppaði af vörninni hjá SR og hefði getað endað inni. Sigrúnaga. Gengur illa ná pekkinum út þarna. Kolbrún, skot, vel var í Andreu, náði að koma tánni þarna í pökkinn. Hart barist í horninu. Já, það henda hér pekkinum í frystingu. Já, rétt 3,5 mínútur eftir að öðru leikflöta. Staðan 4-0. Það er heldur að fara að draga af SS-stelpunum. En þær eru ná að verjast vel. Fjölnistelpur halda pekkinu núna eftir uppkasti. Andrea verð þetta skot hérna. Vel var í Andrea þarna, blakaði pekkinu bara með Kristín kemst inn í blokkaranum. Caritas með góða pressu. Hvað nú? Hér fáum við dóm. Já, 6 á sýnist ís. Eskeringar verða að fá á sig ómargin leikminn á ís. Já, það er Lísa Lind sem fer í bóksið fyrir SR og á
fá Fjölnir Stórleikur enn annað tækifæri til þess að taka hér á yfirtölunni. Verður það í fjórða skipti í þessum leik. Einhver vandragangur hérna í sendingunum hjá þeim. Það ná stjórn samt á pekkinum hérna. Herborg er á sigrunu. Tökur bara bundur skot hérna niður í ísinn. Löngsending yfir að Kolbrúnu, svo skýtur á markið. Og mark! Hann var inni. Hárnákvæmt skot hjá Kolbrúnu Garðars. Réttur og van Púða. Erfitt að verja þetta. Það voru ekki lengi á yfirtölunni. Fjölnistelpur. Staðan orðin 5-0. 2,5 mínútur eftir af öðrum leikluta. Eitthvað fara að standa í flautun í Hóla. Jæja, Ricardas. Hún lendir hann í klónum á Börn Fjölnis. Skera upp enn aðra refsingu hér. Finnst Alexandra vera að fá hér 2 mínútur fyrir, já það er spurning hvað hún sé fallega, sé boarding eða sé, já, ólögleg tækling. Já, þetta fór alveg fram hjá mér, þetta brot. Já, hún fyrir hana í hana Karen, svona, já, heldur mikið í bakið. Jæja, Karitas hérna ekkert að gefa neina sénsa. Og hér er hægt á ferðum. Andrea varði þetta. Harpadögg kemur pekkinum fram fyrir markið. Karitas kemur hann út úr svæðinu. Elin Darko. Já, eitthvað geigaði þessi sending. Köppunum rúlar alla leiðina niður til. Þetta vinnur með stellingum. Tíminn nagast niður, hægt og rólega. Elin snýr sér einna við. Sendir yfir á hana. Öldur sýndist mér. Að koma pekkinu bara út. Jájá, vörðin stendur þétt hérna hjá SR. Fimm sekúndur þangað til að SR verður fullmannað. Og það kemur aðsettur á hún og gemur hún með auðan sjá hérna. Alexandra einn. Og leiktíminn rennur út.
Það hefði nú verið ljúft ef hún hefði náð skoti. Því líka óhefni. Ha, Þetta hefði verið skemmtilegt. Hefði verið skemmtilegt. þetta var flott hugsun hjá þeim Já, þetta vantaði hérna 2 sekúndur í viðbót til þess að Alessandra geti náð skotinu. Við höfum alveg gefið þannig svona 2-3 sekúndur viðbót bara Já, upp á gott sjónvarp. vantaði hérna smá balans hjá Alessandra til þess að ná skotinu, sko. Já. En 40 mínútur liðnar að þessum leik. Staðan 5-0 fyrir Fjölni. Og við skulum vona það að liðin ná að hvíla sig vel meðan vera að renna yfir ísinn og safna kröftum og gefi allt sitt og skilji gjörsamlega allt eftir á ísnum í 3. leikluta. Við fáum okkur skyldubundna kaffipásu hér, cirka 10-12 mínútur. Já, Sjáumst þettir. sjáumst þetta smá.
góður árangur hér eftir, 30 sekúndur, rétt rúmlega eða svo. Hefst þriðji og síðasti leikluti í þessum annars ágæta leik á milli SR og Fjölnis í Herstil kvenna. Jóhanna, kallmatt, hvernig finnst þér þetta búið að spilast? Já, sko, SR-stelpur eru þarna með, 2 línur. Maður sér að þær eru orðnar lúnar, þær eru búin að standa vörnina ansi mikið í leiknum. Þær hafa náð nokkrum sóknum og átt nokkur skot á mark. Ég veit ekki hversu mörg skot þær hafa átt. Já, það eru búin að vera, samkvæmt tölfræðinni þá eru 24 skot Fjölnis á móti 2 skráðum hjá SR. Já, einmitt, þannig að það er, Fjölnir hefur þó nokkra yfirburði í þessum leik, sko. Já. Sko, SR-stelpur, þær hafa nú aldrei verið þekktar fyrir að gefast upp og hætta, þannig að ég veit að þær eru eftir að berjast þar til á síðustu sekúndu. Já, mikið rétt. Það er þannig að sýnda þarna í síðustu leikjum. Já. Þær áttu flottan leik hér áttu þetta flottan leik á móti SA föstudagskvöld fyrir hálfum mánuði eða svo. Já, það var virkilega vel gert hjá þeim. Það var gaman að fylgjast með þeim leik. Dundur skot inn á Kolbrúnu og hún fylgir vel á eftir. Þessi pökkur frá hátt og langt yfir. Áslaug. Já, þriðji leikluti byrja með krafti. Þær eru kröftugar hérna eftir þessa hvíld í leikhléi. Herborg skýtur á markið. Lúmst skot hjá henni Herborgu. Já, Andrea sá við henni þarna. Og Lóra skýtur og Andrea heldur pekkinum. Svo hafa SS-stelpur verið helst til og mikið í refsibóksinu. Við erum með 5 dóma í þessum leik núna enn sem komið er. Og það telur bæði í svona þessum tækifærum sem Fjölnisstelpur hafa og svo telur það líka dálítið hressilega í þrektíð. Já, algjörlega. Það er töluvert erfitt að vera að spila leikmanni færri. Já. Og að þurfa að gera það 5 sinnum. Það hjálpar ekki þegar að liðið er þunnskipað og fá liðið og ungt. Já, nákvæmlega. Pökkurinn lausur frá markæsninga. Það liggja hérna í faðmlögum liðsfélagarnir Andrea og Arna. Já. Það er náttúrulega hátt skrifið regla í íshokkí að maður passar upp á markmanni sinni alveg sama hvað, sko. Já. Það abbast enginn í honum, sko. Markmennir eru heilagir. Já. Það má ekkert eiga við þá. Það var skot frá Öggu. Fínt skot í Öggu. Hitti þetta bara beint á hana Andreu. Andrea tók pökkinn bara í fang sér og passaði upp á hann. Og mark! Þetta var að þrumu skot frá henni Kolbrúnu. En annað markið sem við sjáum hér í leiknum, eiginlega það sem kemur beint úr uppkasti. Já, hann rann hérna alveg fast undir púðan hjá Andreu. Já, mér finnst þetta að vera Kolbrún Garðar sem átti þetta skot. Jú, einmitt. Það var hún. Já, sýnist þetta að vera þriðja mark hennar. Eða hvað, annað mark? Nei, þriðja, líkast þetta.
Já, þriðja Herborg á markana, hérna góða tilraun. Já, það eru hér. Alexandra kemst þarna inn í Já, nú kom bekkinum hana, Já. Salka hérna, skautar á eftir. koma bekkinum inn í sveiði Fjölnis. Já. Sýnist þú að komið dómur hérna, já, mikið rétt. Já. Óli alveg gattharður á þessu. Í dag og aðra daga. Dæmir hana út af hana Öldu hér í... Nei, þetta er ekki nú Alda, Þetta er Eva Hlynsdóttir. Eva Hlynsdóttir. Það er 2 mínútur fyrir að halda, eða holding. Við sjáum núna, já, gott ef þetta er ekki bara, já, þriðja tækifærið í yfirtölunni hjá SR. Jú, sjá hvort þær ná að nýta sér það og ná einhverju góðum skotum á markið. Já, það er vinna uppkastið hérna. Þetta er alveg yfir hérna. Kristín hendir bekkina niður og það er frysting og með uppkast alla leiðinni í varnarsvæði SR. Já, hún hefði þurft að stíga þarna 1 skref yfir rauðulínuna og Kristín áður hún sendi bekkin. Já, 1 skref. Það er nú að halda pekkinn á manni eitthvað Kolbrún en það missir þið hér, Alda reyna að koma pekkinum með hana. Það eru alveg ákveðnar Fjölnisstelpur þó að séu færri, þær gefa ekkert eftir sko. Löng sending hérna niður yfir. Nú reyna þær að stilla hér upp. Bríet, nei, þetta er nú Arnarfjörður. Bríet er systrinnar. Keimlíkar. Fjölnisstelpur hreinsa hérna út. Þær hafa 30 sekúndur SS-stelpur til þess að reyna að stilla upp og... Nær ekki að senda pökkinn hérna frá sér. Skot þarna framhjá. Það kemur Arna Björg. Hún kemst hérna í langleiðin í gegn. Reynir hann að fyrir gjöfinn. Vantaði hérna einhvern með henni sko. Kom hana fyrir og refsei-tíminn rennur út hjá Fjölnisstúlkum. Já, nú voru jafnt í liðum. Löng sendi upp hérna á Karítas. Karítas kemst hérna í gegn. Karítas skýtur. Flott skot til Karítas. Guðlaug Ver. Okkur náttúrulega yfir. Okkur laus fyrir framar. Já, Salka reynir skotið. Það er áfram smótar ræðans hana. Harpa Dögg skýtur á markið en Andrea Ver. Lísa Lind stoppar þetta þarna alveg í slottinu.
heldur, já, líflegara yfir þessar stelpum finnst mér núna í þessu leikluta heldur en í, Já, upphafi já. annars leikluta. Það er alveg rétt. Það verðast að fengið eitthvað orkubúst þarna í þessu leiklíi og það er að sýna bara virkilega flotta takta, sko. Það er enda bekkinum hérna niður, Þunustúlkur. Ísland sendir hérna á hana Sölku sem er ekki alveg að höndla bekkinn. Þjókurinn allir yfir. Kolbrún, Elín, aftur á Kolbrúnu. Glæsileg markvarsla hjá Andreu. Fínt skot hjá henni Kolbrúnu. Snyrtilega varið hjá Andreu. Já. Kom skotið sem kallað var eftir að bekknum en það náðist ekki alveg. Kolbrún sendir hér á Sigrúnu sem missir hann svona frá sér. Ágætlega gert hjá Elísu. Það er að koma svona hjá sömuleiðis hérna hjá Friðriku. Hún bara heldur áfram. Siglir hér í gegnum allt og alla. Ekkert ósvipað eins og stóri bróðir sinn gerir alla jafna. Já. April stýrir hérna Herborgu út í battan. Það þrengja skotfæri. Gefur bekkinum upp á bláu. Það er komað bekkinum út. Já, Kristín er að koma til undir pökkinn og kastar hann niður yfir og við fáum hérna fristingu. Það er verðt að minna á það að í fyrramáli 8:30 þá verður leikir í kallaflóknum á Ólympíuleikum og það byrjar í fyrramáli sem ég segi klukkan 8:30 á RÚV. Það er að gera að horfa á einn góðan hokkjuleik yfir kaffibollanum. Annars eru búnir að vera leikir þessa vikuna, bæði laugardag og sunnudag og í gær og í dag. Það eru toppleikir. Þó svo að leikmenn NHL séu ekki með, þá eru liðin engu að síður með frábæra leikmenn í sínum röðum. Og í fyrramáli eru lið Sviss og Rússlands að eigast við í kallaflóknum, en hér sjáum við Örnu Björk, hún siglir hérna áfram, kemst hérna framhjá og er fyrst í pökkinn, engin fristing. Hrókurinn fer hérna á miðju og þar er Sigrún. Bríet stýrir henni hérna frá miðjunni. Bríet stoppar hana vel gert hjá Bríeti. Glæsilegt hjá Bríeti. Ekki auðveldur leikmaður að eiga við, hún Sigrún Aga. Nei, hérna eins og við sjáum hér, hún er leikinn lúmst skot. Og hittinn. Lúmst skot hjá Sigrún Agötu.
staðan orðin, 7-0 fyrir Fjölni. Þetta er ekki annað marki hjá henni Sigrúnu. Og það kemur Alexandra hérna þetta marki. Hún er með svolítið pláss. Hún siglir bara af stað hérna. Já. Karítas er að póta bekkinu inn. Guðlaugur Beindónu þarna í Hérna hornið. Karítas bekkinum á hættusvæðinu fyrir markið. Smá bömp þarna upp í battan. Ekkert út á það að setja. Það kemur Apríl. Hún siglir hér í gegn. Karítas með henni. Kemur Kolbrún. Engin frysting af þetta. Friðrika nær bekkinum hérna fyrir aftan markið og reynir að hreinsa þarna út upp í battanum. Það tekst ekki alveg. Það beið Elín bara eftir sendingunni upp úr horninu frá leikmanni SR. Þetta var nú heldur knappt færi hjá henni Herborgu þarna, eiginlega bara við marklínu. Og hér sjáum við annað færi. Þetta mátti litlu mun að pökkunum fari inn þarna. Áfram er Herborg hér með mikið pláss, mikið tíma. Markið er orðið laust. Og mikið kraðak hérna hjá markinu. Markið virðist vera farið hjá henni Andreu. Þá stoppar dómarinn leikinn og þá þurfum við að bora. Já, en þú vissir að hafa markið á réttum stað, sko. Já. Einnig er hægt að minnast á það að ekki á morgun undir hinn munu þessi sömu lið mætast í U18 flokki karla. 12. febrúar er síðan næsti leikur í herstdeild karla þar sem Fjölnir sækir skautafélag Akureyrar heim til Akureyrar. Svona ef allt er eðlilegt og COVID leyfir eins og segir stundum. Jú. Það er barningur hér í uppkastinu. Það er Alexandra sem kemur með pökkinn hérna. Það er sendingarna á slugun. Pökkurinn endar í höndunum á henni Evu. Sending fyrir markið þarna. Ágætis fersending þarna. Apríl siglir bara áfram. Apríl heldur bara áfram að gegn allt og alla. Ekkert ósvipað eins og bróður sinn. Þetta eru systur og bræður hér í hokkinu. Þvers og kruss sem er stór skemmtilegt. Þarna missir Friðrika pökkinn frá sér. Anita sem er með pökkinn laus. En Lísa Lind kemur hér og reynar að bjarga því sem bjarga verður. Andrea er með þetta þarna. Það er Andrea sem dreipur þetta.
fór beint þarna í leiklífarnir hjá Kristínu Ómarsdóttur í vörninni á SR. Hérna Karitas, nei, Agga stoppaði þarna Örnu alveg í tvígang. Kolbrún langa sendingu yfir á Karinni. Karin reynir skot á marki en fyrir framhjá. Og aftur yfir á Karin. Áfram Kristín. Kristín dugleg í vörninni. Nær að vera vel fyrir Fjölnisstúlkonum á svona ýmsum tímum. Já. Þannig kemur pekkinum á Karitas. Ekkert á þetta. Það vantaði aðeins meiri krafti í skoti hjá henni Herborgu þarna. Bekkjandi Apríl á kantinum. Það er hann að koma hérna á hana Alessandru, en það er Apríl sem sækir pökkinn. Kemur hérna og siglir hérna í gegn. Apríl sendur á Alessandru. Alveg næði ekki alveg. Komur á spotinu hana. En hún þarf að gera aðra allu. Kemur pökkinn með fyrir markið, pökkun er laus. Það er Karin sem kemur með pökkinn út úr þugunni. Friðrika heldur þeim þarna út við battan. Áslaug kemur honum hérna út úr varnarsvæði SR. Já, Karitas kemur hérna alveg á fullri ferð. Áfram heldur leikurinn, engin frysting. Svo létt fyrirgjöf þarna á hana Sölku. Við erum náttúrulega nær ekki að hleypa af þarna. Hökkurinn eitthvað óþægur. Já. Skýtur hún hérna vel yfir markið. Já. Rétt rúmar 3 mínútur eftir að leiknum. Við fáum aðra frystingu hér.
Fjölnistelpur ná valdapækjunum eftir uppkastið. Já. Sendingu Herborgu sem ekki alveg að taka nógu vel á móti. Kristinn kemur pækjunum hérna út úr svæði SR. Yfir á Caritas. Aftur hérna. Já, og þá fáum við frystingu hinum megin. Fjölnistelpur sem vinna þetta uppkast. Friðrika Friðrika hér, akkurat að var bara, lendir hann í varnarbúrnum. Apríl bakkar hérna með henni. Úff, flækjastar hérna aðeins saman. Einhver lauflétt glímutök hérna. Já, Friðrika kom pækjunum hann út strax eftir. Fín varnarvinna hjá SR núna. Friðrika hér bara heldur áfram. Jæja, hér er Salka með ágætis rými. Reynir skot á markið. Gulu stoppar þetta. Kallar spila. Ingibjörg dómari er ekkert að stoppa leikinn. Engin pressa á henni þannig séð á henni Guðlaugu. Pökkur fyrir henni upp. Lýsand lætur bara vaða á markið. Rétt framjá. Þarna var mínúta eftir að Sigrún Agata það. Hún skautar hér leiknum. Sigrún Agata vel gert hjá Bríeti hérna. Bríet stoppar hana af hérna. Ekkert að gefa henni Sigrún Agata neinn færi. Henni vantar nú aðstoð hérna. Aftur erum við að sjá hér skot. Og mér sýnist við Óli vera hér, já, hann gefur Lísu Lind hér 2 mínútur fyrir ólöglega tæklingu. Já. Eða illegal hit eins og við segjum á fagmálinu eins og áður. Þannig að SS-stelpur þurfa sennilega að vera 4 þar sem eftir lifir. Já. Já, Alexandra hendur bekkjum mér. Já, alveg yfir. Hreinsa þetta út hérna en Lára Murphy stoppaði það. Áfram með Kristín í því að vera fyrir. Sem er vel í vörninni. Og hér rennur leiktíminn út. Leikar enda 7-0 fyrir Fjölni. Já, en hart var barist. Hart að barist fram á síðustu sekúndu. Já. Það verður, já, það er afar spennandi að fylgjast með þessum hópi hjá SR. Já, vaxa og dafna á næstu misserinn. Næsti leikur í hersteild kvenna er 13. febrúar. Þar aftur eru Fjölni stúlkur að heimsækja Skautafélag Akureyrar, Norður Akureyri.
En við ætlum að segja þetta hér gott í kvöld. Já, við þakkum fyrir okkur. Og ég þakka bara Jóhannu Barða fyrir að vera með mér hérna í kvöld. Já, takk fyrir að leyfa mér að vera með, Helgi. Og við sjáumst að heyrjumst. Takk fyrir og góða nótt. Góða nótt.